Levi fyrir sína framsögu og næst á mælendaskrá og upp í pontu Eygló Harðardóttir frá Framsóknarflokknum. Forseti, borgarstjóri, kæru gestir, borgarfulltrúar. Staðan þannig í dag að við Íslendingar erum með langlífustu þjóðum heims. Það má meðal annars þakka þeirri áherslu sem hefur verið hér við lýði á lýðheilsu og við sjáum fram á það á næstu áratugum eins og hefur verið farið hér í gegnum munu öldruðum fjölga umfram aðra aldurshópa. Og þær breytingar höfum við verið að undirbúa og þær breytingar þurfum við svo sannarlega að undirbúa. Þannig að tryggja að aldraðir eigi öruggt ævikvöld og eigi kost á því að vera virkir þátttakendur í samfélaginu. Við verðum einfaldlega að gera þá kröfu að aldraðir njóti virðingar, jafnræðis og sanngirni og þeim sé gert mögulegt að taka virkan þátt í samfélaginu eins og ég nefndi áðan. Það hins vegar líka mikilvægt að þegar við ræðum þetta og hver okkar sýni til framtíðar að við líka tölum það hvernig staðan í dag. Og það hefur verið einkar ánægjulegt sem ráðherra sem hefur farið með málefni aldraðra að sjá í samanburði við aðrar þjóðir að þá hafa aldraðir það hvað best hér á Íslandi. Við viljum að sjálfsögðu í Framsóknarflokknum tryggja að svo verði áfram. Þannig að það verði 300.000 kr. lífeyri eins og samið hefur verið sem lágmarkslaun á vinnumarkaði og líkt og samþykkt var að Alþingi áður en það fór nú í hlé vegna kosningabaráttunnar. Við teljum mjög mikilvægt að halda áfram að samhæfa og auka heimaþjónustu og heimahjúkrun og samvinna þar á milli. Við teljum mjög mikilvægt að tannlækningar aldraðra verði gjaldfrjálsar og að það þurfi að bæta stöðu hjúkrunarheimila og fjölga hjúkrunarrýmum. Ríkisstjórnin hefur kynnt tillögu hvað þetta varðar. Það hefur verið samþykkt 1,5 milljarða króna framlag til þess að bæta stöðu hjúkrunarheimilana og heilbrigðisráðherra hefur líka kynnt tillögur varðandi fjölgun hjúkrunarrýma. Og þá ekki síst verið að horfa þá til Reykjavíkur og síðan sveitarfélaganna í kraganum. Ég vil líka leggja áherslu og benda á að það frumvarp sem var samþykkt núna, þá erum við að stuðla að því að aldraðir geti nýtt sér möguleika til sveigjanlegra starfsloka og geti þannig að hækka lífeyrisgreiðslur sínar enn frekar en þar var lagt til. Við þurfum síðan líka að vinna því að jafna lífeyrisréttindin, þannig að launafólk á almennum vinnumarkaði hafi sambærileg réttindi og launafólk hjá hinu opinbera. Og það var líka niðurstaða Alþingis að við myndum ekki hefja hækkun lífeyristökualdurs í almannatryggingunum fyrr en það lægi fyrir niðurstaða varðandi jöfnun lífeyrisréttinda á milli almenna og opinbera markaðarins. Ég tel líka að hækkun lífeyristökualdursins verði þá tengjast ákveðinni reiknireglu eins og við séð á hinum Norðurlöndunum varðandi þá lífaldur þjóðarinnar. Ég held að við séum flest sammála því að við eigum að halda áfram að vinna með þá stefnu að aldraðir geti búið sér lengst á eigin heimilum með öflugum stuðningi heimaþjónustu og heimahjúkrunar. Það þarf að bæta samstarf ríkis og sveitarfélaga og ég tel að við höfum svo sannarlega séð það að það hægt að gera þetta í góðri samvinnu. Það þarf að leggja áherslu á kvöld-, nætur- og helgarþjónustu, dagvistunúrræði og skammtímadvöl. Og ég vil líka nefna eitt sérstaklega sem hefur verið mikið hjartasmál hjá mér sem snýr að nýsköpun og eflingu tæknilausna eða velferðartækni í því að sinna þjónustu á þessu sviði. Við höfum verið mjög mikill að vinna á þessu kjörtímabili varðandi húsnæðismálin og sem hluta því frumvarpi sem var samþykkt núna að þá vorum við að leggja til að það farið í tilraunaverkefni varðandi greiðsluþátttökuna á hjúkrunarheimilum og þannig að það væri þannig að aldraðir muni ekki lengur fá vasapeninga og það verði þessar skerðingar sem hér var að fara í gegnum, heldur að einstaklingur borgar sjálfur fyrir húsnæði sitt, geti fengið þá húsnæðisstuðning þá á grundvelli meðal annars þá nýs húsnæðisbótakerfis og borgi þá beint fyrir aðra þjónustu fyrir utan heilbrigðisþjónustu sem hann fær á hjúkrunarheimilinu. Og við höfum verið að undirbúa þetta tilraunaverkefni og núna þegar við erum komið samþykkt frá Alþingi að þá vonumst við svo sannarlega eftir því að geta farið á stað með það sem fyrst. Það líka mjög mikilvægt að hafa það í huga að staða með flestra aldraðra góð en þegar við horfum hins vegar til hvað forystumenn hagsmunasamtaka aldraðra að benda á að þeir sem eru fyrst og fremst að leita til þeirra vegna skors, vegna vanda, vegna fjárhagsvanda,
þá það aldraðir sem eru á leigumarkaðinum og það eru aldraðir sem búa við verulegan heilsufarsvanda. Og þetta endurspeglast almennt í samfélaginu að það eru þeir sem þá búa einna helst við skort. Ég hef einmitt átt góðan fund með stjórn félags eldri borgara hér í Reykjavík og hvatt þá eindregið til þess að nýta sér ný lög, almenna íbúðakerfið, til þess að stofna sjálfur svona húsnæðissjálfseignarstofnun og ég efast ekki það að það verður hægt að leita til Reykjavíkurborgar stuðning við þá uppbyggingu. Og við þakkum Eygló Harðardóttur frá Framsókn fyrir sitt erindi og næst